Til hamingju með leikinn, Ingimar, fyrst þú hreinlega bara varst funheitur í fyrri hálfleik. Bara með hvað hugafari fórstu inn í leikinn? Við Bjössi förum alltaf með hugafari inn í að spila góða vörn og ég reyndi svolítið að byrja þannig að dekka Ara, þannig að hann kemist ekki í gang og svo fóru þeir bara að skilja mig eftir opið til að dobla á hann í mannja og þá fyrir hann að kikka honum út á mig og ég bara skýt þessu. Það fyrir þetta bróni. Yngvi, þið breyttuð þarna starting line-upinu eftir í seinni hálfleiknum. Var það eitthvað rætt inn í hálfleik hvað þið vildu gera sérstaklega mútið FSU í seinni hálfleik? Já, sko Jet var búinn að eiga mjög góðan fyrri hálfleik og Gústi bara kom með lausnir á þessu og Nökkvi er nógu stór maður og mikill leiðtogi til þess að sætta sig við það, bara ekkert mál. Ég skal bara fara á bekkinn og Gústi, þú sér þetta og Gústi sá þetta og það er ástæðið við fengum Gústa til þess að hjálpa okkur að koma með reynslu og þessa rödd inn í klefann og hann og Hinrik, þeir sýndu þeir auka breytinu til muna og það er auðvitað frábært. Þið áttuð hellinga fast break points að þið voru allavega nokkur sinnum þá bara fór beint úr skórar í körfu fyrir á FSU, þá bara neldu boltanum strax fram á Hinrik eða Ingimar eða einhverjar fleiri. Voruð þið búin að ræða það fyrir leikinn að reyna bara að cherry-picka svona? Já, spilum nú oft bara frekar hratt og sérstaklega á æfingu þá fáum við bónustig ef við skorum áður en að liðið komið í vörn, þannig að við getum kannski sett þetta á það að við hjálpa smá. Við líka höfum verið svolítið í því að við vissum að FSU verður svolítið seinir tilbaka hátt og ætlum að hamra svolítið á því og það nýttist okkur vel. Líka það að frákostun auðvitað skilja að stóran hluta í leiknum að við verðum með 50 frákost. Nemanja spila 26 mínútur og samt við 20 frákost, þannig að það er spurning hvort það spilir 10 mínútur og samt 20 frákost. Við gerðum eiginlega þessa litlu hluti vel. Keyrðum hraðaflum, við fengum auðvitað þar, tókum frákostum, spilum góða vörn, höldum í 74 stigum og í þessari deild þá er það ekkert gefið. Það eru allir að skora yfir 100 stig í þessari deild, þannig að við erum bara sátt við okkar framlag. Já, þið í næsta leik á móti Fjölni úti eða ekki, að þið eru núna að æfa í allavega 3 íþróttum fyrir utan Tornes. Hvernig er það að fara með ykkur? Eru þið spenntið fyrir loka leikin fyrir jól? Við erum bara á Vestfjarðaferðalagi. Við erum að fara á Tálknafjörð og Patreksfjörð og Hólmavík og við eigum eftir að fara á æfingu á Þingeyri. Við erum með planaði tíma á Suðureyri, við erum búin að vera í Bolungarvík, Ísafirði. Þetta er bara, við erum world travelers, við erum á Flúðum, þetta er bara geggjað. Svona átt að vera. Glæsilegt. Skoða heiminn. Það er vel með ykkur, strákar. Takk fyrir þetta.